Stærstu útgerðir landsins áttu í lok árs 2024 eignir að andvirði rúmlega 406 milljarða króna í öðrum fyrirtækjum. 4 útgerðir eiga næstum 2/3. Lögmaður fjölskyldu manns sem lést eftir plastbarka ígræðslu segir að líklega verði krafist tuga milljóna í bætur. Hann segist hafa þurft að glíma við óvæginn áróður lækna. Ebola breiðist enn út í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó, vantraust ríkir í garð yfirvalda og í gær var kveikt í líkgeymslum. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðismanna í Reykjavík, hitti oddvita Framsóknar, Miðflokks og Viðreisnar í dag. Tíðinda er að vænta á morgun. Helmingi minna fé varið í að þróa námsgögn nú en fyrir 20 árum. Ísland eyðir minnstu í námsgagnaþróun af Norðurlöndunum. Skólastjóri segir þetta valda auknu álagi á kennara. Komið sæl. 20 kvótahæstu útgerðir landsins áttu í árslok 2024 ríflega 400 milljarða í öðrum fyrirtækjum. Stærsti hluti eignanna eða 230 milljarðar í öðrum útgerðarfélögum. Tæplega 130 milljarðar í öðrum íslenskum fyrirtækjum og 50 milljarðar í eignum erlendis. Þetta kemur fram í nýrri samantekt Hagfræðistofnunar á eignum 20 kvótahæstu útgerðanna. 4 stærstu fyrirtækin, Síldarvinnslan, Fisk Seafood, Útgerðarfélag Reykjavíkur og Brim standa undir 2/3 hlutum af 400 milljörðunum. Skýrslan var unnin að beiðni atvinnuvegaráðherra og markmiðið er að fá heildarmynd af áhrifum stærstu útgerðana í íslensku atvinnulífi. Lykilatriði var að ná utan öll eignatengsl og kortleggja þannig eignir fyrirtækjana. Hagfræðistofnun studdist við opinbera skilgreiningu Fiskistofu á hvað teljist til tengdra aðila. Sú skilgreining sótt í túlkun ákvæða í lögum stjórn fiskveiða sem umdeild, ekki síst vegna þess hve rúm hún er. Samkvæmt lögunum verður ein útgerð að eiga yfir helmingi annarri til þess að teljast tengdur aðili. Horft framhjá því þótt raunveruleg stjórnunarleg yfirráð séu hins sömu og samkvæmt lögunum geta systkini, börn og foreldrar talist ótengdir aðilar. Í skýrslunni einnig tiltekið hve mikið fyrirtækin fjárfestu árin 2014 til 2024. Sé rýnt í þær tölur má sjá að fjárfestingarnar námu 240 milljörðum á tímabilinu í útgerðum og íslenskum og erlendum fyrirtækjum. Helgi Seljan, þú hefur kynnt þetta mál. Af hverju var þessi skýrsla unnin? Hvert var tilefnið? Ég held að það sé með greinagerðina sem var sent út og það þá snýst þetta allt þetta bara, við getum farið langt aftur í tímann, bara tala frjálst framsal og það sem kalla afleiðingar þess en auðvitað snýst þetta það að reyna átt að sjá því stjórnarliðarnir reyna átt að sjá því þarna stuttu eftir umræðinu veiðigjöldin í raun hversu mikið menn séu að hagnast þessar stærstu útgerðir og hversu mikið þær hafi þá afgangs sem að sé mögulegt og það auðvitað hefur áhrif á það sem að hvað menn myndu vilja fá þeim í veiðigjöld. Þannig að það auðvitað ástæðan fyrir því að menn fara að skoða þetta. Og þessari skýrslu koma mjög háar tölur fram. Já, þetta eru 400 milljarðar þarna í heildina eins og þetta sett fram þarna. Í samhengi við eitthvað geta menn svo auðvitað velt því fyrir sér hvort það sé mikið eða lítið. Já. Fyrir svona flesta held ég að það sé svolítið mikið. Lífeyrissjóðirnir til dæmis eiga held ég 1100 milljarðar sem að þeir eiga í hlutabréfum og hlutdeildarsjóðum á Íslandi, svona ef menn hafa eitthvað viðmið það. Því það oft kvartað við fyrirferð þeirra. Já. En hvaða þýðingu hefur það að túlka tengda aðila eins og þarna gert og hefur það einhver áhrif á þessa samantekt? Já, það hefur nefnilega hellingsáhrif og þegar fórum að skoða þetta þá sjáum við þetta að það til dæmis svona þekktustu dæmin sem menn hafa oft vísað í sem eru þetta með að til dæmis kaup ísfélagsfjölskyldunar á þessum stóru heildsölum, eignarhlutur og Samherja og í Eimskipum og fleira slíkt, það ekki inn í þessum tölum eignir vegna þess að menn miða við þessi 50%. Eins og gert þegar verið að meta stærstu útgerðirnar. Þarna talað um þessi 20 stærstu útgerðir landsins. Það mjög auðvelt að telja þær bara niður í 12 vegna þess að þarna eru til dæmis taldar upp 3 útgerðir
sem eru allar í raun og veru sama fyrirtæki. Það er eitt fyrirtæki sem á bæði hinn að fullu og svo, þú veist, svo mætti lengi telja, en þetta gerir það að verkum að það eru mjög stórar eignir, okkar 20 milljarðar bara svona þegar maður fer yfir það fyrst sem að eru ekki inn í þessu, vegna þess að það er miðað við þessar tölur. En svona rétt í lokin, Helgi, hvað gerist núna? Hvernig verður þessi skýrsla notuð? Ég veit það ekki hvort það verður farið eitthvað dýpra ofan í þetta eða hvort menn fara að skoða það, hvort það sé eðlilegt á Íslandi að menn séu aftengdir sjálfum sér í einni atvinnugrein, því þetta er frekar einstakt þessi túlkun. En ég held að þetta verði örugglega efni til einhvers yfirildis en svo er spurning hvað menn gera við þessa skýrslu. Sjáum hvað setur, hún var náttúrulega lögð fram á Alþingi bara í dag, eftir hádegi í dag, en Helgi Seljan, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar. Og við snúum okkur að allt öðru. Búast má við að eiginkona og synir Andemariam Beyene sem lést eftir að plastbarki var græddur í hann krefji ríkið 20 milljóna vegna andláts hans. Lögmaður þeirra segir lækna við læknadeild Háskóla Íslands hafa reynt að hafa áhrif á gang málsins. Andemariam var frá Eritreu og búsettur hér á landi. Hann var með krabbamein í barka og skurðlæknirinn Paolo Macchiarini græddi hann plastbarka árið 2011 á Karolinska sjúkrahúsinu í Stokkólmi fyrir milligöngu Tómasar Guðbjartssonar læknis á Landspítala. Andemariam lést 2014 og Macchiarini var dæmdur í Svíþjóð fyrir þessa aðgerð og fleiri slíkar í hittifyrra. Héraðsdómur Reykjavíkur viðurkenndi svo í gær að ríkið væri bótaskylt vegna stórfellds gáleysis Tómasar. Við erum núna bara með viðurkenningadóm og við þurfum ef að málinu verður ekki áfrýjað þá þurfum við að leggja fram formlegar skaðabótakröfur fyrir hvern og einn af þessum 4, þar sem móðurinn og synina 3. Erum við að tala 20 milljóna? Já, örugglega. Hann hefði aldrei farið til Svíþjóðar í þessa aðgerð hefði ekki atbeina íslenskar lækna á Landspítalanum komið til. Eða íslensk læknis á Landspítalanum komið til. Í dómnum segir að Tómas hafi brotið gegn læknalögum og látið þeir í metnað trufla dómgreind sína. Tómas starfaði á Landspítala og í Háskóla Íslands en er í veikindaleyfi. Hann hefur ekki svarað beinum fréttastofum viðtal. Merhavit Tesfalase, ekkja Andemariams býr og starfar í Svíþjóð. Henni voru ekki dæmdar bætur þegar dómurinn fjalli við Macchiarini. Hún þurfti að annast hann hér fársjúkan og helsjúkan heima, þannig að þetta er eitthvað sem að mun marka held ég líf hennar að eilífu sko. Sigurður segir málið afar flókið og það hafi sífellt komið sér meira og meira á óvart. Hvað ég var í raun að glíma við sko óvægin áróður að hálfu lækna við læknadeild Háskóla Íslands. Og hann segir að það séu umhugsunarefni hvort að meðferð málsins hefði verið önnur, hefði Andemariam verið annarar þjóðar. Ég velti stundu fyrir mig sko hvort að þetta var jú hávaxinn Eritreumaður, dökkur á húð og að mennum hafi kannski verið svona eiginlega slétt samum örlögans. Ótti og vantraust ríkir sums staðar þar sem Ebola hefur breiðst út í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó. Kveikt var í tjöldum við spítala í gær þar sem lík voru geymd. Ekki er til nein bólusetning við afbrigðinu sem breiðst hefur út í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó og talið að dauði geti beðið hið minnsta þriðjungs þeirra sem smitast. Vísindamenn í Bretlandi eru að þróa bóluefni. We are now revising our risk assessment to very high at the national level, high at the regional level and low at global level. 82 smit hafa verið staðfest í landinu og 7 dauðsföll. But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths. Mikill viðbúnaður er við jarðarfari þeirra sem taldir eru hafa látist úr sjúkdómnum. Það var neyð fyrir í þeim héruðum þar sem Ebola hefur breiðst út. Vegna átaka höfðu 100.000 manns nýlega lagt á flótta. Brýn þörf er á neyðaraðstoð og hungur vofir yfir milljónum manna. There is also significant distrust of outside authorities among the local population.
Ástvinir fá lík þeirra sem hafa látist úr ebólu ekki afhent til að halda hefðbundna útför vegna hættu á smiti. Fjölskylda ungs manns sem lést brást illa við slíkum tíðindum í gær og brendi 2 tjöld við spítala þar sem lík og búnaður voru geymt. Þá gerði fólk aðsúga að heilbrigðisstarfsmönnum og særði einn þeirra. Building trust in the affected communities is critical to a successful response and is one of our highest priorities. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðismanna í Reykjavík, fundaði með oddvitum Framsóknar, Miðflokks og Viðreisnar í dag. Viðræðum lauk síðdegis og samkvæmt heimildum fréttastofu gengu þær vel. Engir fundir eru fyrirhugaðir hjá borgarstjórnarflokki Sjálfstæðismanna í kvöld, en samkvæmt heimildum fréttastofu hyggst Hildur ráða ráðum sínum í kvöld og í fyrramálið. Líklegt er talið að draga mun til tíðinda á morgun og boða til formlegra viðræðna. Stjórnarmyndunarviðræður í Danmörku eru í uppnámi eftir að Lars Løkke Rasmussen, formaður Miðjuflokksins Moderaterna, neitaði að styðja hægri stjórn sem Troels Lund Poulsen, formaður Venstre, hafði reynt að mynda. Poulsen fer á fund Friðriks Danakonungs í kvöld. Rasmussen vill að Mette Frederiksen, starfandi forsætisráðherra, fái stjórnarmyndunar umboð á ný. 58 dagar eru liðnir frá kosningum og aldrei hefur tekið svo langan tíma að mynda stjórn í Danmörku. Vi er stadig blevet mødt med et ønske om at danne en lille borgerlig mindretalsregering, der de facto altså så skal baseres på den yderste højrefløj, på en måde, hvor vores indflydelsesmuligheder begrænses til i princippet ikke ret meget. Man beder os om at sætte skib i søen med Troels Lund som kaptajn og Alex Vanopslagh og Mona Juul som styrmænd og med Morten Messerschmidt som de facto navigatør. Det tror vi bliver en meget, meget usikker sejlads. Det er ikke det, Danmark har brug for. Heller ikke i den sikkerhedssituation, vi befinder os i. Stefnt er á að ljúka síðari umræðum tillögu ríkisstjórnarinnar þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu á þriðjudag og greiða atkvæði hana á miðvikudag. Gangi það eftir getur þjóðaratkvæðagreiðsla málið farið fram 29. ágúst líkt og stjórnvöld stefna að. Síðari umræðum tillöguna var framhaldið á Alþingi í dag en hún hófst í fyrradag. Þingfundi var slitið síðdegis og þing kemur næst saman á þriðjudag. Stjórnarandstaðan er sem fyrr algerlega andsnúin tillögunni og gagnrýnir ríkisstjórnina harðlega fyrir hraða málsins. Því hafa 4 þingmenn allra stjórnarandstöðuflokkana lagt fram breytingartillögu að þjóðaratkvæðagreiðslan fari fram 17. október en ekki 29. ágúst líkt og ríkisstjórnin stefnir að. Þannig gefist meiri tími til undirbúnings fyrir utan að þá er Alþingi að störfum. Meirihluti vill að íslenska þjóðin fái í fyrsta sinn að taka afstöðu með beinum hætti til þess hvort aðildarviðræðum mögulega aðild verði framhaldið. Verði niðurstaðan jákvæð verði verkefninu sinnt með skýra hagsmunagæslu Íslands að leiðarljósi. Þetta er deilt þessa dagana á Alþingi og í breytingartillögu stjórnarandstöðunar er lagt til að ekki seinna en 30 dögum fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna skuli ráðherra kynna opinberlega samningsmarkmið Íslands í mögulegum viðræðum. Þetta var spurt á Alþingi í morgun. Í þessu ljósi vil ég spyrja hæstvirtan umhverfisráðherra með hvaða hætti hann ætlar að tryggja það að áður en að fari verður í þessar aðildarviðræður álpist þjóðin til þess að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslu, komið til þessar aðildarviðræðna, hvernig ætlar hæstvirtur umhverfisráðherra að tryggja það fyrirfram, að það liggi fyrirfram hver samningsmarkmið Íslands eru í þessum efnum? Umhverfisráðherra spurði hvort stjórnarandstaðan hefði gefist upp fyrirfram gagnvart ESB. Hvers vegna gefa sér það fyrirfram að Ísland komist hvorki lönd né strönd í mögulegum samningaviðræðum við Evrópusambandið, sérstaklega þegar það liggur fyrir og forsætisráðherra hæstvirtur hefur verið algjörlega skýr með það að við munum ekki einu sinni leggja fram samning fyrir þjóðina ef okkur líst ekki á hann. Við erum ekki að fara með í aðra þjóðaratkvæðagreiðslu vonlausan samning við Evrópusambandið. Skólastjóri Laugarnesskóla segir skort á námsgögnum auka álag á kennara og að of mikill tími fari í námsefnisgerð sem getur komið niður á kennslu. Framlög til þróunar námsgagna eru innan við helmingur þess sem þau voru fyrir 2 áratugum. Í nýrri skýrslu Þróunarsjóðs námsgagna kemur fram að fjármagn til námsgagnagerðar 39% af því sem það var árið 2007. Mun minna fé varið í gerð námsefnis hér á landi en á öðrum Norðurlöndum.
Þá notar meirihluti kennara að miklu eða einhverju leyti námsefni sem búið til innan hvers skóla og nýtist þá ekki í skólum annars staðar. Þetta fyrst og fremst veldur bara álagi á kennara sem að þurfa annarkort í besta falli að vera uppfæra efni sem í námsbókum eða finna til nýtt efni semja jafnvel sjálfir námsefni og verkefni og í það fer tími sem að gæti verið varið í allt annað og betra. Stór hluti af tíma kennara fer að sögn Björns í að útbúa námsefni í stað þess að sinna nemendum. Björn telur að hægt værið að nýta þann tíma betur. Ég væri alveg til í það sem skólastjóri að ég fengi fjármagn til þess að flinkir kennarar í námsefnisgerð gætu varið tíma sínum í þetta og þurft á að kenna eitthvað aðeins minna á móti. En staðan því miður ekki svo. Kennarar þurfa bæði að sinna fullri kennslu og í mörgum tilvikum sjá til þess að búa til námsefni. Við erum að vinna með Leif Heppna í samfélagsgreinum og þessi bók er mikið notuð og í rauninni hefur ekkert komið svona algjörlega í staðinn fyrir þessa bók. Hversu gömul hún? Þessi bók hún er gefin út fyrsta útgáfa 2000. Svo eru við með stærðfræði til dæmis líka. Já, og þetta er í rauninni einu bækurnar í stærðfræði sem við notum á miðstigi, eru stigubækurnar. Þetta er efni frá þýtt úr norskri bók og þar hefur efni verið endurútgefið eða uppfært. Það hefur við ekki gert í mörg ár. Hérna kostar epli 3 krónur í þessari bók og krakkarnir spyrja af hverju kostar epli 3 krónur. Það er ekki svo ódýrt. Nei. Þó það sé kannski vissulega ódýrt. En þannig að þetta tekur ekki á bara okkar samfélagi, okkar raunveruleika í rauninni. Það þyrfti að mínu mati hreinlega að setja aftur upp stofnun sem hét í gamla daga ríkisútgáfa námsbóka. Það var meðvituð pólitísk ákvörðun á sínum tíma að leggja þessa stofnun niður og menn héldu kannski að hinn ósýnilega hönd markaðarins myndi láta hér rigna kennslubókum yfir okkur. Það raungerist bara ekki og námsgagnagerð þarf hreinlega að mínum mati að vera á höndum hins opinbera. Litarmengun hefur sett mark sitt á Varmá í Mosfellsbæ síðustu daga. Mengunin berst úr Skammadal þar sem veitur eru að bora eftir heitu vatni. Ástrós Sigríðardóttir fréttamaður er á framkvæmdasvæðinu. Er óttast áhrif mengunarinnar á lífríki árinnar, Ástrós? Já, það er óttast að þessi mengun sé að hafa áhrif á lífríki árinnar. En hér hjá mér er Hörður Þorsteinsson sem er framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlitsins hér í Mosfellsbæ. Já, Hörður, hvaða áhrif getur svona mengun haft á lífríki árinnar? Já, svona set getur auðvitað haft áhrif á botngróður og seiði og annað sem er í ánni. Það er náttúrulega, hún gruggast og birtan fer og þannig að mikil set getur haft áhrif á það og síðan höfum við heyrt að það hafi smáfuglar líka jafnvel fests í leirnum, þannig að það eru ákveðnar áhættur sem eru, þannig að þetta er ekki alveg nógu góð staða. Einmitt, ekki nógu góð staða. Eru þessi vinnubrögð ásættanleg? Nei, ég vil nú að segja það. Ég hefði nú viljað sjá meiri metnað í umhverfisverndum hérna hjá Veitum. Við gáum út starfsleyfi byrjun árs fyrir þessum framkvæmdum. Það er náttúrulega skýr ákvæði í starfsleyfi heilbrigðiseftirlits að hér skulum mengunarvarnir og ef að kemur grugg í annað þá eigi að stöðva framkvæmdir og annað og við gerum það í byrjun vikunar í samstarfi við sveitarfélagið. En núna er náttúrulega búið að breyta lögum þannig að Umhverfisstofnun hefur hérna yfir jarðborunum að ráða og við hefum kannski ekki alveg beinan aðgang nema því leitin að reyna að vakta anna og við erum búin að vekja athygli á því og með ásamt Umhverfisstofnun höfum farið og rætt við Veitur og verið er að vinna hér stærri setþró hérna neðar á svæðinu þar sem að á að reyna að fanga þetta þannig að þessi stoppa þessa mengun sem er í ánni. Þannig að vonandi gengur það eftir og Veitur hafa frest til þriðjudags til að ljúka þeirri framkvæmd. Takk fyrir þetta, Hörður, og við höldum áfram að fylgjast með þróun mála hér við Varmá. Takk fyrir það, Ástrós Sigríðardóttir. En við ætlum að snúa okkur að allt öðru. Nýr blóðbankabíll var tekinn í notkun í vikunni. Hjúkrunarfræðingur segir bílinn algjöra byltingu í starfsemi blóðbankans og auðvelda aðgengi landsmanna að blóðgjöf. Nýr bíll blóðbankans var afhentur í Kringlunni á dögunum en hélt svo norður yfir heiðar til Akureyrar þar sem að heimastöð hans verður. Bíllinn var hannaður af bílaklæðningum eftir forskrift blóðbankans og tókst að mati þeirra afar vel.
Nýji bíllinn töluvert minni og léttari en gamli blóðbíllinn og hefur ýmsa eiginleika til þess að liðka fyrir blóðgjöf, enda bíllinn auðveldur í akstri og getur stoppað hvar sem Já, ég keyri hann sjálf norður. Ég verð að prófa hann, sko. Hann léttur og þægilegur, við þurfum ekki auka bílstjóra, við þurfum ekki atvinnubílstjóra, við getum bara keyrt hann sjálf. En ég gæti faktist séð bara stoppað við hvert bæjarhlað nánast og tekið blóð. Efnt var til nafnasamkeppni á nýja bílinn og fékk hann nafnið Björg. Hann búinn allra nýjustu tækni og þarf meðal annars ekki að vera tengdur við rafmagn. Hann með sólarsellu hérna ofan á og eins og núna, allt sem í gangi hérna í rauninni bara sólarsellan að framleiða fyrir okkur. Þetta algjör bylting og ekki minnst að færa okkur nær fólkin okkar. Þetta bara þjónusta við landsbyggðina. Bíllinn gríðarlega vel útbúinn og sérstaklega hannaður til að auka aðgengi blóðgjafa. Og þá rauninni ekkert eftir að gera nema prúfa. Já, ertu klár í þetta? Ég er klár í þetta. Bara anda. 37% af öllu blóði sem gefið fer til fólks með krabbamein og blóðbankinn alltaf í leit að fleiri blóðgjöfum. Með tilkomu Bjargar geta starfsmenn blóðbankans rúntað sveitur og bæi og boðið fólki að gefa blóð. Og þetta miklu minna máli maður heldur. Það bara... Og mér var boðið upp alls konar sætindir, alltaf einhver sætindi í boði hjá okkur. Heyrðu, þetta 600 kaloríur sem fara í blóðgjöf, þannig ef maður má einhvern tíma fá sér súkkulaði, þá það þegar maður búinn að gefa blóð. Sumarið óvenjusnemma á ferðinni í Andalúsíu á Spáni. Hiti komin yfir 30 gráður og varað hefur verið við nærri 40 stigum helgina. Hitastigið í borginni Córdoba þessa dagana töluvert hærra en vanalega á þessum árstíma. Fólki ráðlagt að drekka vel og halda sig inni yfir heitasta tíma dagsins. Þetta fyrsta hitabylgja ársins og hún teygir sig víða suðurhluta Spánar. Hay que protegerse las gafas con los ojos y la cabeza y la piel. Tienes que venir preparado, porque si no te mueres aquí de calor. Córdoba es muy calurosa. Helgina búist við veðri sem fólk vanara í júlí og ágúst en í maí. Es verdad que han dicho que ha venido una ola de calor justamente el miércoles y el fin de semana va a poner casi los 40 grados y esto hay que mediarlo con algo. Sobre todo por estas calles que no hay toldos, se nota que un montón, la verdad. Lo malo es de junio a septiembre que esto es mejor irse de veraneo, porque aquí no hay quien la aguante. Leiðsögn á einfaldaðri íslensku lífið í sveitunum eða gamaldags matarhefðir hefur verið í boði undanfarna mánuði á minjasafni Austurlands á Egilsstöðum. Gestir segja sýninguna gullið tækifæri til að læra ný orð gamla tíma. Menningararfur Austurlands á að vera öllum aðgengilegur, segja skipuleggjendur verkefnisins. Síðan í vetur hefur verið boðið upp á einfaldari framsetningu þar sem að fólk getur stigið inn í gamla tíma og lært í leiðinni ný orð. Við reynum að hafa setningarnar svona stuttar og skýrar með einfaldari orðum og svolítið eins og maður notar líka í grunnskólanum með yngri krökkunum. Það rosa gott að vera með einhverjar bendingar og svona smá handapati. Ég líka búin að stilla upp og eitthvað svona sem svona aðeins áþreifanlegra og aðeins myndrænna svo þau geti tengt þó þau skilji ekki endilega öll orðin strax. Þegar var búið að setja svona efni og skýrið og svo lag misan niður úr, svona vökun sem lag niður úr. Gestirnir hafa meðal annars fengið fræðslu ljósgjafa fyrir tíma rafmagnsins, íslensku jólin og matarhefðir. Námskeiðið var öllum opið en langflestir sem sóttu það starfa hjá álveri Alcoa á Reyðarfirði. Skilyrði var að þau þyrftu að tala og skilja svona einfalda íslensku því að öll kennslan fer fram á íslensku. Og þau eru búin að standa sér mjög vel, fræðast bara gamlar íslenskar hefðir og læra fullt af nýjum orðum. Ég kom til Íslands 2012. Ertu að fræðast þá líka bara landið og hvernig við vinnum matinn og svoleiðis? Já, ég get læra nýtt orð hérna. Leiðsögnunum lauk á vormánuðum en stefnt að því að þróa verkefnið áfram og tvinna áfram saman íslensku nám og menningarfræðslu. Sem svona hjálpar þeim að skilja betur að því tungumálið okkar hér á Íslandi byggir á sögu og menningu fólksins sem hefur búið hér í aldaraðir.
Og þá það veðrið. Helgarveðrið verður hagstæðast á norðanverðu landinu því syðra mun rigna dávelum tíma á morgun þegar skil ganga norður yfir landið. Í framhaldinu verða suðlægir straumar ríkjandi í veðrinu sem alla jafna ávísun á milt veður en vissulega mun úrkoma fylgja sunnanáttinni og þá fyrst og fremst sunnan og vestanlands. En við fjöllum nánar veðurhorfur að loknum íþróttafréttum. 8. umferð bestu deildar karla í fótbolta lýkur í dag þar sem 5 leikir á dagskrá. Hún hófst í gær og þá mættust IBVF og IA á Akranesi. Það styttist í heimsmeistaramót karla í fótbolta og liðin eru að tilkynna hópa sína þessa mundir. Stórar stjörnur voru skildar eftir í enska liðinu. Þá var ljóst að Pep Guardiola mun láta af störfum sem stjóri Manchester City eftir leiktíðina. Missið ekki af íþróttum hér eftir andartak. Áður en við kveðjum ykkur þá rifjum upp helstu atriði þessa fréttatíma. Stærstu útgerðir landsins áttu í lok árs 2024 eignir að andvirði rúmlega 406 milljarða króna í öðrum fyrirtækjum. 4 útgerðir eiga næstum 2/3. Lögmaður fjölskyldu mann sem lést eftir plastbarka ígræðslu segir að líklega verði krafist tuga milljóna í bætur. Hann segist hafa þurft að glíma við óvægin áróður lækna. Ebola breiðist enn út í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó, vantraust ríkir í garð yfirvalda og í gær var kveikt í líkgeymslu. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðismanna í Reykjavík, hitti oddvita Framsóknar, Miðflokks og Viðreisnar í dag. Tíðinda að vænta á morgun. Helmingi minna fé varið í að þróa námsgögn nú en fyrir 20 árum. Ísland eyðir minnstu í námsgagnaþróun af Norðurlöndunum. Skólastjóri segir þetta valda auknu álagi á kennara. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatíma okkar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna alla sólarhringinn inn á rúv.is. En við á fréttastofunni ætlum að þakka ykkur samfylgdina þessum þessum degi. Leið og við vonum að þið njótið langrar helgar sem framundan. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. 20 og eitthvað. Íslensk grínþáttaröð fólk á þrítugsaldri sem fæst við háskólann, vinnumarkaðinn, sambandsdrauga, rappa